Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara yfir okkar gamla góða efni sem að tilheyrði manni þegar maður var í öðru starfi heldur maður er í dag, og það hét sjómennska sem að þú kannski hefur tekið þátt í og ert á fullu í ennþá, og þá eins og nú þá samanstóð það af fiskiskipum og svo fraktskipum. Kannski ert þú fraktskipamaður og kannski ertu fiskiskipamaður, bátakall eða togarakall. Kannski veistu skil á báðum þessum embættum og kannski varstu á þeim stað eins og ég árið 1976 að vilja kanna meira og vita meira þessi ágætu fraktskip. Hvað þau gætu nú fyrir okkur gert, þessa sjómenn sem að voru þá, og þetta fraktskipamennska ekkert annað en sjómennska. Hvað það, ég sótti hjá Hafskip, sem þá var það nú farið fyrir margt löngu, og komst borð í skip sem Laxá heitir og var þar í nokkra mánuði og undi mér bara vel þar. Þegar ég ræði mig borð, þá nú ástæðan þess að ég var ráðinn að það átti að leigja skipið út. Átti að fara til Kanaríeyja og sigla þaðan til ýmsa hafna en án þess að koma við á Íslandi, og átti leigusamningurinn að hljóða upp á 9 mánuði. Af þessu varð ekki, og ég man nú ekkert hvort að maður var spældur yfir því eða ekki, en allavega það varð ekki af því vegna óhapps sem kom fyrir. Og þessir ágætu menn, þeir mistu samningin vegna þess að sá sem leigði, hann gat ekki beðið eftir því að klára væri að gera við þetta ágæta skip. Og ég fer þarna sem sagt borð og kunni nú ekki mikil skil á því sem að gert var borð í þessum skipum, þó ég kynni held ég allt borð í togara. Það var nú lítið þar sem að gagnaðist mér borð í því skipi, og ég komst nú fljótlega að því að raun það að sagan vinnubrögðin, þau var nú svona, þetta var nú ekki alveg rétt, því að það var mikið unnið borð í þessum skipum og menn setið þess að menn féllust aldrei verk úr hendi. Þannig ekki var það nú alveg rétt mynd sem að menn voru að gefa þeim ágætu skipum, og svona er þetta líka stundu þegar menn að tala það sem þeir þekki ekki til sjálfur, og þá búa þessi til einhverja mynd sem í ljós kemur að ekkert að standast. En þarna maður líka uppi á svolítið öðrum tíma en í dag, því að ekki var mikið gáma á þessu skipum. Þetta var svona rétt aðeins að byrja, það var aldrei ekki mikið það, en ekki sá tími reynda liðin að allt væri laust setti niður í lestar þessara skipa. Það var ekki lengur. Mest af því sem kom var á brettum, og það þótti nú nokkuð mikil bylting þegar menn fóru að brettavæða vöruna sína, og það flýtti alveg helling, lestun og losun þessara skipa. Þannig að maður var með í því, og nú allt sem flytt á milli landa í gámum, en við vorum með einstaka gám með okkur. Hann var vanlega settur bara upp á lúgur, upp á lúgur, og þar ofan á planka, og svo var hann skorðaður niður með keðjum, þannig þetta fór svo sem ekki neitt, en þetta var svolítið frumlegt, en eitthvað sem var þá. Og Hafskip á þessum tíma með allan kísilgúr innflutning, útflutning, og við vorum eitt skipana sem vorum í þessum flutningum, og við komum til Húsavíkur þar sem að kísilgúrin var lestaður, og skipið fyllt poka fyrir poka eins og komst í það, svo var lúgum lokað. Fólki sem að sá lestunina þar voru allt konur, húsmæður sem að fengu þetta hlutverk að lesta skipið, og ég fór nú að hugsa það, vá, enga smá
smá jaxlar þessar kellingar hérna á Húsavík því að þetta voru bara venjulegi pokar sem að var verið að bera og leit út eins og við þekkjum þessa 50 kílóa poka og kellingarnar tóku þessa poka og hendi bara eins og flugum út allt og það eins og maður hugsaði það eins gott að vera ekki að rífa mikið kjátið þessar. Svo einhverju seinna þá voru við að bera þetta þá sá ég að þetta voru bara 25 kílóa pokar en þeir voru stórir eins og þessi sekkir sem við þekkjum og 50 kílóa pokar, það er nú svolítið mikill munur á að bera 25 kíló eða 50 kíló. Þannig að það einnig féllum sjálfstig þessar aflmiklu húsvísku konur, ég efast nú ekki það að þær séu ekki aflmiklar, kannski ekki alveg svona aflmiklar, en þær greiðin, þær lestuðu skipið alveg upp í lúgur og svo þegar búið var að fylla það af kísilgúr og þá var þessa tími þeirra í þetta skiptið búinn þangað til við komum aftur. Ég man ekki eftir neinum kallmanni í þessu verki, ekki nema bara okkur strákana sem vorum á krönum eða gera svona eitthvað, eitthvað svona á dekkið eitthvað staðar. Við vorum einu kallmennirnir þarna. En þetta var, skal ég ykkur segja, ágætis tími borð í þessum fraktskipum og eins og ég hef oft sagt og hef stundum sagt frá að þá líkaði mér hvað best við fraktmennskuna af öllum öðrum sjóstörfum sem ég vann. Einkum fyrir það að fraktskipin bjóða upp á svo fjölbreytta vinnu, það kannski einhvern sem finnst það einkennilegt, en það nú bara sannleikurinn að þú getur verið að gera allavega þú getur verið að gera eiginlega bara nefndu það, þú getur lent í að sinna því. Og það á alveg ágætlega við mig sem finnst gaman að fást við þetta í dag og kannski eitthvað annað á morgun og svo framvegis. Og þessu var svolítið fullnægt þarna borð í fraktskipinu og þess vegna eiginlega líkaði mér þessi sjómennska best allra sjómennsku sem að ég stundaði, en það var ekki vegna þess að þetta væri svona rólegt jobb. Ég kynntist því ekki borð í fraktskipi og ég hugsaði að veri hvergi í raun meiri vinna til sjós á þessum tíma en einmitt í fraktinni. Því að ég man eftir togaramennskunni, við veitum ekki hvernig þetta í dag, að það voru oft á milli að það fiskaðist lítið, þá var í raun og veru ekkert að gera neitt borð í þessu skipunum að drekka kaffi og leggja kapal. Og ef það var rifin alltaf þá var trollið gert og stundum voru vaktirnar út vegna þess að það rifnaði eitthvað slíkt. En þetta var svona í hinu, var svona gegnumgangandi vinna allan daginn. Hvernig sem veðrið var, að þá var svona, þurfti menn að sinna því. Þannig að ég kunni alltaf mjög vel við fraktskipamennskuna og ég sem sagt hætti á togurum 82 og fer þá alveg í farmennskuna þangað til ég stíg í land sem var 86. Og það varla hægt að segja að ég hef komið á sjó síðan nema hvað ég fór á eitthvað 2 eða 3 túra á Brúarfossi, ætlaði ekki verið 98. Síðan þá hef ég ekki komið borð í skip, en þá líka ætlaði ég að hefja störf á sjó. En Guð ætlaði mér eitthvað annað heldur en það og ég sem sagt fljótlega eftir að ég kom í land í síðasta túrnum, þá fór ég að starfa innan veggja kirkjuna og ég hef verið þar síðan og sé ekki eftir neinu sem að ég aðast þar. Það hefur verið góður tími og en það alveg eðlilegt fyrir mann sem að gengur með Jesú í dag að honum finnist gott að vinna í kirkjunni. En við segjum þetta gott og það er efni sem ég langaði til þess að sýningur þegar hún sjálfsagt séð helling af því, en við erum svona aðeins búin að laga það og setja inn texta og vonandi klippa myndina betur til. Hún var nú aldrei neitt klippt þannig að gagni, en vonandi hefur orðið ykkur betur bót á, en gjörðu svo vel. Konráður núna fyrir þessum kveður og býður ykkur að horfa á efni til enda og njóta þetta. Amen.
Thank